Hlaðvarp FM 95 Blö. Ready now, stóra spurningin, hvernig get ég ekki verið komið leið á þessu lagi? Mötley Crüe, Kickstart My Heart. Þetta lag kemur alltaf í gírinu, búið að gera það núna, já, á hverjum einasta föstudegi, mörg ár í röð. Vonaði eigi við ykkur líka, kæru hlustendur, en klukkan er orðin 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína 15. maí. Mánuðurinn er hálfnaður og ég held að séu flesti sammála með að þessi mánuður líður aðeins hraðar heldur en mars og apríl, svei mig þá. En já, ég sitt í mínu sæti og við erum með fullan bát, kæru hlustendur. Við vorum ekki með fullan bát síðasta föstudag og það var góð ástæða fyrir því sem við komum inn á eftir smástund. En í síðasta þætti var fyrirlið þáttarins mættur Egill Einarsson. Hann er nýorðinn fertugur, hann er eini fertugi maðurinn hérna í stúdíóinu, farinn að grána en lítur samt vel út. Egill, til hamingju með afmælið og hvernig ertu? Takk að kærlega fyrir það, Blondel. Ég hef aldrei verið betri. Aldrei verið betri? Ég er bara svo nýr. Já, út með strípur. Sem gerir helling fyrir þig. Þú vilt vera með strípur. Gerir helviti mikið fyrir mig. Já, þið líður betur þannig. Ég líka var pirraður yfir þessari 2 ára pásu, þessi strípupásu. Já. Það var heimskulegt. Ekki bara þú, bara landin var pirraður. Ég ætla að strípa mig þangað til drefst. Já, það er bara ættilega að vera nafnið á æfisöguðin. Nei, bara ef fólk eitthvað pirraði við því, rekst á mig í krónunni eða eitthvað skilust og ég er strípaður. Ég verð svona, alltaf. Áhver ætti einhver að rekast á því í króninu og pirrast á því og svo strípaður? Ég er bara, þú er oft skotið og gilsarðan að ég sé strípaður. Það fær í töðunraður. Nei, mér er bara svona, nei, það hefur ekkert farið í töðunum. Ég ætlaði ekki bara að fara í töðunum að því ég var ekki með hár. Núna er ég með hár þannig að ég er og þetta er ekki ekki hár núna? Já, takk fyrir það. Þú er með full set of hair núna? Nei, ég er ekki með dutti Nei, ég ætla að strípa mig þangur til ég drefst. Já. Og tók það ákvörðun daginn. En ég hef aldrei verið betri. Já, ég ætla að kynna inn næsta mann svona áður ræðum of mikið hérna. Hann er orðinn 2 barna. Fadir var í fríi síðasta föstudag því að hann er ekki að gamla skólanum. Flestir hefðu mætt degi eftir að hafa eignast barnið en hann hafði ekki tímið en hann er mætt Steindi Junior, 2 barna fadir, hvað ertu? Ég er fyllandi góður og fróandi fýtinn. Jöfnveld gott að heyra hann. En málega er ég svo ánægður að þegar Egill spurði í vikunni Steindi ætlar að mæta á föstudaginn, að sjálfsögðu mæti ég á föstudaginn. Þú ert að gamla skólanum. Já, það kom reyndar. Já, gamli skólinn. Já. En reyndar hefði gamli skólinn verið, það hefði verið mætt síðasta föstudag því að hún fættist á miðvikudag, ekki? Nei, hún fættist 7. Það er miðvikudagur? Já, ég held að eldgamli skólinn þá erum við að tala um eldgamli skólinn sem hefði verið einhvers stað með viski og vindil. Hann hefði verið að spila póker og ekki mætt upp á það einhvern veginn. Sko, ég veit ekki, ég vil ekki ljú upp á hann en minnir að Hjöppa einhvern veginn sagt mér í FM 95 Blö, hann var alltaf með mér á 50. Pappi hans er náttúrulega velgan á skólanum. Ég held að pappi Hjöppa, ég segja held að ég get ekki sett að þetta, ég held hann að vera í baði þegar systir hans fættist. Það var ekki stress að segja á þessu. Já, en svona til að verja pappans þá held ég samt líka að stemningin þá á þeim tíma hún var ekki þannig að pappandi voru bara ekki með. Já, þú varst ekki að verja pappans, það er toppmaður. Hann er enga vörðin hér í þessum þætti. Rósa Steindi var að mættur hérna í Blöð nokkur dögum eftir að Gíslingur mætti. Ég tók það líka. Ég var mættur föstudaginn eftir. Ég og Hutti erum gamli skólinn og en nei, sem betur fyrir líka bara gengur hrikalega vel og ég er ekki að ég er ekki að hlaupa út úr einhverju kaosi. Það er bara róleg stemning heima og allt gengur flott þannig að ég er bara hérna í dag. Nú áttu 2 stelpur. Hvora þykir þið meira væntum í dag? Nei, þú getur ekkert spurt að þessu. Þetta getur spurt að þessu. Já, þetta er væntum að báðar, að sjálfsögðu. Er alveg jafntefli? Já. Hvað meinar þú? Það þekkir 9 sko. Það er rugglaður það. Mundið þú ekki halda í eða Ronja og þykir aðeins meira vænt hann? Það þekkir hann mjög betur. Já, það var eðlilegt svar. Steindi náttúrulega passa sig á því að svar ekki eðlilega. Completely honest. En hvernig með nýja greiðsleiki bara sefur og hægir sér og allt í tómstandi? Já, bara sefur núna síðustu 2 daga hefur hún bara tekið 5 tíma í einu þannig að við sváum bara vel svona, það veit allir, þú veist, með unga börn við náttúrulega vakna upp og fá gjafir og svona og hægja sér en ekkert skilur við erum ekki að skiptast á að halda og vesen og ég út í apóteki að rödda ykkur drasli þú ert ekki að gera raskat, hún er ekki að sjúa júlurnar á þér sko. Nei, hún gæti það samt. Þú sett með geggjað hjulur sko. Ég held ef að Steindi ber ofan í sofunum heima á sér og hún lagsum í rekstán þá myndi hún halda þetta að væri mamma sér. Svo eftir komið á ég að segja ykkur einn
Ég skal henda inn á Instagram mitt akkurat núna en ég tók upp myndband í fyrradag þar sem ég held á henni og hún reyndi að vaða í brjóstum. Já, Teddi gerði það reyndar á mér alltaf en hún gæti náða að sjúga þitt held ég. Já, gæti verið, en sko málega að nei, það bara gengur flott og hún að sjúga öll brjóstin sem bara í boði. Já, það gott, en hvernig að vera orðin, ég ætla líka að ræða þig, þetta eru hamingjóskir á okkur begge, þetta var rosaleg vika, síðustu tvær. Já. En höldum aðeins áfram með Steinda. Hvernig að vera orðin tveggja barna fæðir? Það bara geggjað sko. Ég þú veist eins og ég segi sko málið það er ekki búið að reyna á þetta kannski? Nei, þú veist ef ég var hreinskilinn þegar við eignuðust okkar fyrsta barn sem náttúrulega bara fyrir að vera 6 árum síðan þá náttúrulega við vorum bara stressaðari. Hún tók ekki brjóst. Já. Og ég veit að það eru margir ungir sem að hlusta sem hafa ekki kannski gekk í gegnum þetta en það alveg vesen, þú veist, þú ert bara það vesen, þú veist, þú ert í miklu meira veseni og það meira garg og þú ert einhvern veginn alltaf í veseni en þetta bara, það allir slakar einhvern veginn og við erum að gera. Þú finnur engan gríðlega mun, þannig sé? Nei, ég eiginlega ekki, þú veist, það bara, jú, þú veist, maður sefur minna en ég eins og hlustendur vita, ég ekki mikill aðdáandi sveps. Nei, en þér drullu sama. Mér drullu sama. Spila hans minni tölvuleiki og setja börnin? Já, ég þarf að setja til með streymi, rauðvin og klakkar, það farið á ís, ég get ekki verið að drekka rauðvin á föstudum núna, þannig að ég að geyma það í mánu. Ég hef búin að segja nokkur sem vinni mín að COVID og börn eru bara vesen, sko. Það svolítið þannig. En Egill, hvernig að vera orðin fertugur? Það rosalegt. Sko, ég held að mín bestu ár verði milli 60 og 70. Okay. In your prime. Það heldur langt í það sko. Þannig að það eru 20 ár í your prime. Það keirur ekki að breyða núna. Og þá ertu komin í the good life. Þú ert bara erlendis, þú veist, í sólinni og er ekkert vesen og nei, þá ertu komin svolítið í svona slæ og já, veist, ég held að það séu bestu árin. Þannig ég er ekki búin að toppa en þá. Það ætlar að vera svona gæi sem ert með svona smá svona lekandi sixpack, svona 60 og allt og brúnn einhvern veginn út á Spáni. Það bara tough look. Ég er ekki svona grínast. Nei, ég það, þú veist, ekki looki kannski, heldur meira svona að vera svona spána hanga þarna, vera svona meira það. Það er svona leður brúnni. Já, svona leðurkall, sko, svona eins og yfirleitt svona farastjórnir yfirleitt svona eins og tyggjó í framann bara. Ég er svolítið í skugga, eða vörn 30-50, sko, hann ætli passið hans upp á það, sko. Já, ég passa ekki upp á það. Ég vil tana þegar ég er erlendis. Það er svoleiðis? Já. Og hvaða vörn notar þau svona yfirleitt? Ég byrja að vinna með 30 þegar ég mæti, en svo er ég komin snemma í 15. Ég tek mikið lit. Ég tek ekki sólbaðið og ég tek ekki skuggan. Það kemur kannski ekki ykkur nýja hlustendum óvart en ég tek laugina. Ég er mikið í lauginni. Hvað ertu að gera í lauginni? Þegið. Ég er á vindsæng. Það kemur engum óvart að setja í lauginni. Ef þú ert ekki sem graðast í sundlega að vera landsins þar þá ert að flaska það upp. Helviti byrjar þetta með miklu krafti núna maður. En það segir ykkur eitt, og það nú er ég hérna Tenegilsi. Tenegilsi, já. Frí til Tene. Já, og hefur ekki getað farið, þú áttur að vera farin. Nú er búið að banna Gilsi að fara til Tene. Þú veist það eru aðri staðir bara á pláninu. Og þá þurftu að fara að googla shit á Íslandi. Þú þarf að gera eitthvað hérna heima. Já. Það er hellingat að gera þetta, vissu þið það? Já, ég er búin að skoða þetta. Já, bara ekki skemmtilegt. Sko, reyndar er það bara mjög skemmtilegt. Ég skil hún okkur útlíkar að koma þannig. Svo hérna, það er by the way strönd í Þorlákshöfn sem heitir The Black Beach sem ég hef ekki hugmyndu að væri það, sko, sem er einhver lengsta strönd í heimi. Vissir ekki svörtu ströndina? Það sem að fólk er alltaf að jú, í alvöru. Ég er að heyra þetta fyrst. Ég vissi þetta. Einhver meistari sem er með Black Beach Mér langar ekki á hana, ekki neitt. Og hérna, og sá meistari með snekkju og okkur bát og fjórhjól. Ég keyrði mig á fjórhjól, bombóts á strönd. Það var ekkert eðlilega gaman. Þannig að það er hægt að skemmta sér á Íslandi í sumar. Ég har aldrei aftur að fara til Tene. En sko Egill, að vera í 6 gráðum á okkur fjórhjóli í sandi eða að vera á stuðbuxum í apagarði að gefa ykkurum öpum hérna. Ég get alveg staðfest það, en ég ætti að velja að vera á fjórhjóli á Black Beach eða að vera á stuðbuxum í apagarði með krakkanum mínum. Þá tekja fólkinn ströndina hérna á Íslandi, sko. Já, en þú veist, það er staðfest. En málega ekki eins og Richard gerði það, dagskrárstjóri F957. Hann fór í apagarðin með stæl. Býttu, hvernig var það áttur Egill? Hann var vel í því þar. Hann fór ekki í ferðin alltaf að gefa einhverjum öpum gula mægis. Heldur að mun einhver eftir ferðinni? Blackout, United Liverpool rétt áður. Af því að ég man að við vorum að ræða við Rikka viðbörð sem við þurfum ekki að ræða hér núna en munum örugglega að koma einhvern fram hér í þessu þætti. Þá var hann reiður muni, hann sagði hei, það er ekki lengur 2012, ég kann að drekka
Hvenær voruð þið í Abagarðinum? Það ykkur, 3 ár síðan. Ok. Já, þetta grími. Maður hefur líka heyrt sögurnar þegar hann var að hlaupa á eftir ykkur. Það voru ykkur svona nagrísi líka. Rikki situr, ég verð að lega hlustundum að vita, Rikki situr. Daginn eftir Abagarðin. Rikki myndi ekki eftir Abagarðin. En ég minna það bara að hafa gaman. Hann gætt googlað. En málið er, punkturinn minn Ertu að missa af einhverju, bara svo ég takk upp hanska fyrir Rikka, ertu að missa af einhverju þó munur ekki eftir Abagarðinum á Tenerife? Nei, minningar eru mjög mikið ofmætt að mínum mati. Þú getur googlað allan fjandarinn þetta. Dýragilsi hefur rosalega gaman af öðbund, til dæmis. Já, Dýragilsi er bara leiðilegasti gilsi. Sko, punkturinn minn er að, ok, við getum ekki verið Tenerife næstunni, en það er hellingat að gera á þessu dreifleðilega landi. Ég veist ekki, þið bombað fjórhjól út til Black Beach. Ég ætla að peppa það, við ferðumst á Íslandi í sumar. Fólk á að gera, það er verið að lækka öll verð og eitthvað og þetta er bara að fá okkur einhverju herferð fyrir þetta. Ég farið 2 sinnum í Ínan Abagarð og þetta er ógeðslegasti garður sem ég sé. Það vill ekki dýr vera lokað inn. Nei, þessi garður sérstaklega er viðbjóður af því að málega ég leita að hafa eitthvað krókudíll í einhverjum litlum drullulæk og það vissi enginn hvort þetta væri uppstoppaður krókudíll ekki af því að hann var bara eiginlega hann var líklega stáinn og svo voru einhverjir bavíanar einir inn í búri og þeir voru svona bilaust þegar þeir sáum hann, þeir voru svo bilaðir að vera hann inni sko. Þetta var bara þessi garður var hræðilega, það var bara besta sem gætt komið fyrir Richard til að vera í Blackout þetta. Já, bara ef einhver er á leiðinu til Tenerife, þið bara drekka mig í Blackout og þú eru ferið hérna garð. Það farið vassinni bara garð. En við erum með rosalega þáttir ykkur í dag, kæru hlustendur, við erum í gír, það er, já, bara glampandi sól í höfuðborgin allavega og ég veit að hellingur liðið búið að senda mér einstæði að sé búið prófum. Já, fólk er að hella í sig. Og það vil fá alvöru þátt. Það er alltaf gaman að segja fólk sem er að hella í sig núna að hlusta live endilega takkið okkur á Instagraminu þegar það er með ykkur. Það er alltaf gaman. Til ökku innilega með prólógin. Þetta er ekki ekki. Og það er ángríðins, ég er sammálaður þetta. Það er heiðskýrt, það er sól. Anskotin hafið, ég held að það sé þryggjast að tala hann úti. Sérðu gaurinn hann, hann er að gerðu það þessi sérðu, hann er eiginlega að klóra sér í punktum. Já, það er bara komin á stöðu. Hann er bæði í góðu veður og hann er graður. Það er líka sól á Þú voru á fyllibittu, hann var að koma út að skríða út af veitingastarfum þetta fyrir neðan. Það er sól á þróttaramerkinu, glampandi sól. Ég heyrði líka gras að þróttara landsins, sól á hólm. Hann sagði mér á hann, það var ekkert eðlilega graður sko. Sagði hann við, það var ekkert eðlilega. Sendi mér á hann sko. Það er allir mjög léttir. Við erum með, já, how do you do fellow kids, mætir aftur þar sem Steindin og mætur aftur. Sverri Bergmann kemur í gæspjall því að Albatross var að gefa út nýtt lag. Alltaf gaman að fá Svessan spurningkefni. Gilsarans er á sínum stað. Hvað er að vinna með í dag, Egill? Nú er samkombanni búið. Það er verið að ljúka því. Og þannig ég er að velta fyrir mér hverjum henda það betur. Þannig ég er með King of Ending Lockdown. Ok Það er rosalega kefni. Við tókum upp klefa í dag, Steindi, það sem við reyndum að láta skella á okkur. Það var virkilega skemmtilegt. Sko, veistu hvað? Þetta er eiginlega orðin einn af mínum uppáhalds dagskráliðum. Já, þetta er léttara fyrir þig en mig. Nei, bara þú veist að ringi ykkur. Þú veist það er svo geggjað, bara þú mátt segja, þú átt að vera fucking þú vilt hann skella þig. Þú mátt ekki vera alveg dirty, en þú átt að reyna að láta skella þig. Það er ógeðslega gaman. Svo eru fastir liður eins og venjulega. Þið heyrið að við erum í gír og drengir, það er orðið svolítið síðan við byrjum á þessu lagi. Hlustið. Það er Serpinn til hamingju og búin við prófa. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það er hárrétt, við erum í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl og ég get staðfesta að Keiluhöllin er að springa, það er svo mikið verið að panta að komast í Keilu. Mega bara 50 manns verið einu, þannig að ég hvet ykkur, kæru hlustundur, til þess að panta með, já, góðum fyrirvera svo þið komist að. Já, er ekki bara basically staðan eða þannig hér á Íslandi að það eru hægt að koma smitt. Já, við erum að vera COVID-laust. Þetta er að vera COVID-laust, þannig að nú ætti fólk að geta hægt sér í Keilu. Já, fjandinn hefði það. Og það er passað upp allt þar, það er mega bara 50 manns í Keilu, 50 manns í Shake og Pizza og þannig að það er farið eftir öllum, já, ströngustu reglum hérna í Keiluhöllinni. Ég er að spája um allt upp á 10. Sjálfsög. Ég er að spája henda með Sétjóður okkar maður. Já, sveimi þá ég var til í Keilu. En það er eins og að koma að slúðri hér í FN 95 Blö. Eru þið tilbúinir, drengir? Og auðvitað, verður hreinskilin, er pakkin góður þetta? Pakkin er fín. Ok. Já. Er Nicolas Cage í honum? Nei, sko, ég get ekki toppa síðasta baka. Þú mistar á honestendi. Ég var með Nicolas Cage. Hvað var ég átti með? Ég var með Tom Cruise. Kurt Russell og Wesley Það var Snipes. með geggjaðan pakka. Já, ég var með geggjaðan pakka síðast. Nicolas Cage Þegar þú varst heima bara að skipta á bleiu. Put the bunny Vissir það? Nicolas back in Cage the butt. er að leika Tiger King. Já, ég Ekki David Spade. Já, ég sá Herðu, David Spade. Hvað er þetta átt að vera grimmynd alvöru mynd? Já.
Fyrsti pakkin Adele, tónlistarkonan Adele. Ég veit ekki hvort þið að tekja eftir hún búin að henda af sér ykkur 30 kíló. Hún helskafin. Já, hún bara orðin skafin og hún var alltaf verið svona pínu búttu en núna hún bara tágrönn og hún vil meina að það verið taugarnar á henni hversu mikla athygli þetta þyngdartap hennar hefur fengið. Já, mér fannst hún alltaf svo sæt. Já, hún alltaf hún er rosalega sæt. Hvað er myndið? Ég þarf að skoða mynda. Hún rosalega graðustendi. Svo hún ég hugsa ekki þegar hún sé sæt, ég hugsa bara hún góð sönguna, það kannski bara ég. Nei, það sem ég er að segja er að stundu ferða bara fólki að vera smá búta. Ég verð að taka hanska fyrir stenda. Ég ætla að sjá hvernig hún lítur út köttið. Og það er svolítið skrítið að sjá hana núna. En bara, henni líður miklu betur. Og eins og ég segi, það fyrir rosalega í töðunni hvað þetta er mikið í fjölmiðlum og hvað fólk er rosalega mikið að spá í þessu, af því að hún hefur líka verið að fá senda posta Dickpics? Nei, að aðdándur hennar, hvernig getur ekki skrifað Adele? Þetta er ekki hún. Nei, þetta er ekki hún, þetta er eldgömmul kona. Þetta er svona nýrað kona. Þetta er ekki Adele. Nei, hún er ekki búin að breyta svona mikið. Já, ég skoði þetta eftir. En má ég klára? Já. Það er nefnilega hellingur af aðdándum hennar sem eru brjálaðir. Já. Því að þeir vilja fá þetta er svo steikt, vilja fá gömlu Adele aftur sem var svona bústuð og þeim finnst þeir ekki þekkjana og hún var að tala bara hvað þetta væri steikt að hún megi ekki taka mataræð og annað í gegn og henni líður betur og þá erum við brjála aðdándur. Þetta væri svolítið eins og hlustendur FNÍ blöð. Já. Að þeir myndu vera svolítið fúlir út í mig ef ég myndi vera 60 kíló skafinn. Já, sem væri skrítið en með fullri virðingu fyrir, hún var meira bútuð en þú Ég er ekki að líka okkur samanbæðu. Ég er að segja bara, þú veist að Ert þú að segja þú sért íslenski Adele? Þú ert íslenski Adele. Nei, ég er að segja því að þú veist, hlustendur þáttarins eru ekki bara sáttir við það ef Egill myndi til dæmis kannski fitt 20 kíló og ég myndi grennast 20 og ég myndi fá hár, ég reynda að fekk hár Þú ert komið með hár, þú ert geggjað með hár. Ef að Adele þú veist, nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig hún gerði þetta ef hún fór að borða hollan mat og hreyfa sig fór ekki einhvern 800 kaloríu kúr þá er þetta mjög jákvæmt. Já, sem þetta er. Ef hún fór á okkur klemma 600 kaloríu kúr og þú veist ykkur geðvik, þá er þetta ekki jákvæmt. En ef hún fór að borða hollan mat og hreyfa sig það er ekki verið svona mikið bull. Það er ekki það töður. Ef hún hefur farið jafnvel flogið til Búlgaríu og keypt klemputerol mjög ódýrt og farið með það í rassinum heim og svo getið það og grenst, þá gæti það verið meira vesen. En hversu Mér langaði bara að ræða þau, hversu steikt er það samt? Hardcore stuff Ef henni líður vel og er búin að missa þarna einhver 20-30 kíló hversu leiðilegt er það ef aðdándiðinir eru brjálæðir? Já, hvað Hún gefur svo sér lögin hennar eru flott sko. Þetta er alveg sama, þú voru að vinna sér smiðurblöð sem hundar er alltaf mikill laumingi hann getur aldrei unnið sér smiður. Ef þú verður unnið sér smiður og þú myndir fara út að borða með vinnufélagum í hádeginu segjum bara stælin og þú myndir panta þér bara kjúklingabring og salat. Nei, ég myndi fá mér El Gringo. Nei, ég myndi fá mér El Gringo og þeir myndi fá sér burger, franskar og sigar og kók. Þú myndi fá skít fyrir að borða holt en ekki skít þú myndi borða óholt. Svona er þetta bara. Já, þau vilja hafa þið með þið í svæðinu. Ef þú hugsa health og fara drulli alls og Já, en svo má ekki gleyma ég heldur þetta eru bara einhverju 12 ára krakkar að senda inn í skilabók. Nei, þetta er nefnilega heldur fullorðið fólk sko. Fullorðið fólk? Hvaða 12 ára krakki er Adele aðdándi? Og ég myndi segja ég dyrka hana sko, ég er fertugur. Þetta segir mér að segja einhver 40 ára gömul manneskja sem er að senda inn Hvaða krakkar eru að followa Adele? Þú ert ekki svona vitlaus. Nei, ég held að krakka séu Hefur þið séð fólk á tónleikum hjá henni? Hefur þið séð krakkana fremst bara í Adele-bólum? Nei, hún er ekki ég held samt að krakkar Þetta er ekki One Direction sko. Nei, er ekki krakkar, þú veist, krakkar í Bandaríkjunum myndir ekki bara elda svona öfgastjörnur sama hvað, þú veist. Hún er ekki það nefnilega, hún er alvöru. Já, en ok, þá er basically, þú veist, þú átt náttúrulega heima þú þarft að vera inn á stofnun ef þú ætlar að vera að senda mannesku þú veist, andrýns, það er bara nú er ég bara, þetta er real talk ef þú ert að senda mannesku bara hérna, ég fíl ekki á sér búin að missa kíló og hugsa því og þetta er úkslega skrítið. Ég segi bara að Adele útbyrja að borða hotla mat en mér finnst hvað mér finnst FNÍ blöður, við erum ánægði með þetta. Já, mér finnst skrítnast að þetta og nú er ég farin að setja stórt spurningamerki á hana hérna Adele hvað er hún að stíga fram og væla yfir því
að nokkrir ég held að þetta sé ekkert nokkrir sé að senda þetta. Það veistu hvað? Þú ert ekki að fara að rakka niður að dela minni vakt. Ég er að segja, mér finnst hún vera algjört prump. Nei. Og núna, Steindi, þú veist að Blöð var að segja rétt á hann. Hann Adele aðdáðandi. Já, en ég myndi setja, nú er ég ekki eins og grínast, Adele var á topp 3 yfir tónleikur sem við erum mest til að fara á. Ok, þú varst á þann að þú litaðir að hárauðundaginn að þið vorum að prófa Ég litaði ekki að með hárið, ég setti sprayið. Já, það var verið að prófa fyrir hlutverk að það var verið að setja hár á þig og það virkaði. Það var ekki neðurlega sexy. Ímyndaðir að það verið einhverjir ef það verið fertugi gæjar sem voru að senda á þig skilabóð Instagram að þú sett bara búin að svíkja það og þetta sé fáránlegt og asnalegt og allt. Myndið þú stíga fram á vísi.is og segja frá því? Ég get ekki líkt mér við Adele sko, hún er örugglega að fá svona nokkur þúsund postan en ég myndi fá kannski einhverja 2 fyllibittur á stikkistólinu sko. Já, en sérðu samt hvað þetta er mikill sturlun að henni að gera viður út af þessu. Nema ég er ekki Adele maður í dag. En ef að Instagram enna var spamma af haters, það er leiðilegt. Já, fullt af kommentum og muni eftir Adele. Má ég fara í næsta? Muni eftir Adele. Hún var að missa a fan. Þú varst aldrei að fucking fan út á videogameboy Næsta, talandi góða söngkonur þá ætlum við að skipta í Rihanna. Það er önnur pía sem ég myndi vilja sjá á tónleikum. Mikill aðdáandi. Hún er geggjuð. Gera niðurðið með henni? Nei, ég bara hugsa ekki eins og þú Egill, en hún er Nei, ég bara spurði þetta, er spurning. Varst ekki að segja, Steindi var svo græð? Jú, ég bara, þú varst að tala um hana. Það er náttúrulega að finnast í heima að segja að kalla mig það sko, en já. Hún er 3. ríkasti tónlistarmaður Bretlands þessa mundir. Hún sem sagt, hún er náttúrulega frá Barbados en býr í Bretlandi, býr í London og hún er býr í London? Já, hún fór yfir bara Elton John, Mick Jagger, Ringo Starr, Ed Sheeran, hún stökk yfir alla. Það er bara Paul McCartney en það er svolítið skrítið hjá þér og sérst að tala um að hún segir ríkasti tónlistarmaðurinn að því þú ættir eiginlega frekar að segja ríkasti businessmaðurinn að því að hún er svona rík út af snirtiförulínu sinni, ekki út af tónlistinni. Já, hún er náttúrulega tónlistarmaður sem er bara moldríkur. Hún gaf samt út lag síðast fyrir 4 árum. Reyndar, er ekki komið tíma og nýtt lag frá henni? Jó, þetta er nefnilega því hún er, þetta er snirtiförulínan hennar. Ok, nú er Steindi búið drulli yfir Adele. Já, og Rihanna. Nei, ég var ekki að drulli hana, ég var að segja hún er basically bara self-made, hún er að búa til sko, Rihanna er metin á $600 million. Hún á ekki krónu. Björgóli Tór 2,1 B 2,5 Við getum samt ekki alltaf verið að bera alla saman við Björgóli Tór hérna sko. Það er svona viðmið okkar. Er það? Það er rosalega skrítið viðmið. Hún ásætti ekki krónu. Það er ekkert að ella lítið með við sko 2,5 B. Ertu búin að heyra eitthvað í Björgóli nýlega, Steindi? Já, ég er bara svona Instagram, bara svona við lækum hjá hverjum og heyrum staðins en ekkert í síman. Björg gefur ekki lækað eina mynd Þetta er drepan, það er búið að vera pending í 3 mánuði. Já, ég skal flókið að íta og accepta. Ég skal beða um að hendi það. Það var hendi gaman fyrir Gilsan. Ég get alveg lofaði því, hann segir núna, þetta er ekta Steindi, hann segir því, já ég skal aðeins heyra í honum. Það eru meiri líkur á, ég veit ekki hverju, heldur hann að Steindi sendi Björg Tór enga message bara herðu, nennur að accepta eigi. Já, þetta er alveg daginn. Það er ekkert eðlilega gaman. Það er einu sem ég vill í afmælskjöf frá það er ekkert eðlilega gaman þegar ég, Beckham og Guy Ritchie erum saman að kommenta og rökræða undir myndir. Víst eru það því. Víst eru það sína þetta. Víst eru það því. Herðu, svo er það síðasti mólin og mér langar eiginlega ekki að fjalla um þetta. Þetta er hérna viðbjörn Luka Magnotta. Sáu þið Netflix þættina hérna Kattaókið. Já, Don't Fuck With Cats. Það segir maður sem dauður, sé Luka Magnotta. Nei, hann er ekki dauður því miður en mamma hans er brjáluð núna. Hún vill fá hann fyrr úr fangelsi því að hann er a sitting duck for COVID-19. Þess vegna er þetta í fjölmiðlum. Hún vill, það er svo mikil smittætta í fangelsunum að hún vill fá hann fyrr út. Betur, hvað gerði hann að því? Ég hef ekki séð þetta. Nei, það er bara sleppti að horfa á þetta. Ég vona bara að rotna þetta og ég nenni ekki að fjalla um minna. En þetta er eitthvað viðbjóður. Já, þetta er Netflix. Ógeðslegur. Má hann þá ekki bara fá COVID? Don't fuck with cats, en það gerði ekki þettir. Hann má fá COVID bara. En þetta var slúðupakki dagsins og Steindi, myndirðu segja að því að það geggja veður í borginni? Já. Þú ert í gír, ertu til í allt? Já, ég er klár. Ertu til í allt? Til í allt, ég er til í allt. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Það held ég, elsku vinir, FM 95 Blöð hér á FM 957 og við erum til í allt í dag, er það ekki strákar? Það er smá hættulegu gír. Það er gír í drengin. Já, bara heiðskýrt, það er sól einhvern veginn hérna í Laugardalnum, ég veit ekki hvernig þetta er út á landi, vonandi gott, en hérna er þetta
Það svona einhvern veginn komið sumar í pung. Menn eru í stuði sko. Við erum í gýr allavega. Séða bara á göngunum og svona, hittum Ívar Guðmunds á hann og hann var bara komin í þröngaskirtu og þetta einhvern veginn alltaf gerast. Til jákvæðari maður en Ívar Guðmunds. Það okkar besti maður. Ég elska hann á lífun. Það var einmitt að Twitta. Hann var að keyra inn á Twitter mæli með því að föstudagur verði kallað hér eftir FN95 blöðdagar sem eitthvað best. Ég var að retweeta þessi eitthvað besta hugmynd sem ég æfði heilt. Fagmaður og ég veist að í þau skipti sem eru helviti mörg sem ég hef dott í það með Ivar Goodmundsson þá hef ég verið að sjá á miðlunum hans daginn eftir, þá hann skokkandi upp á okkur djöfisins fjöll bara eftir 4-5 tíma svefn. En það ekki bara það, ég veit ekki hvort ég haf sagt frá þessi í þættinum að ég fóð með hann í golfferð til Búlgaríu. Það var veisla, nema það, þetta 7. ferð og ég held ég sé ekki að segja neina fréttir í þættinum að það eru allir fyllibittur. Menn fengur sér. Menn keyri í sig, mann spila golf og svo færði þeir. Og á loka degi, það var semst flugdaginn eftir þá eru allir orðnir helviti þreyttir. Við förum út að borða, allur hópurinn og ég og Ívar sitjum saman og bara til að sína ykkur, bara að segja ykkur hversu geggjuð típa hann að við erum að panta einhver forréttur á leiðinni og maður fæ sér eitthvað eitt rauðvínsglas og Ívar líka og svo ég að segja við hann bara, já, verður maður ekki að vera skynsami bara að fluga morgun og eitthvað og Ívar bara, jó, það langt best maður, það bara að vera skynsamur og vera ferskur í vilin og svona, ég bara, já. Svo drakk ég einhver 2-3 rauðvínsglas og kom einhver púk í mig svona korteri setna segi Ívar en ekki samt, þú veist, þetta loka kvöldi það var alveg gaman að gera eitthvað, já, eða ekki var ekki gaman, hann til, hann alltaf til það alveg sama hvort það sé gýr eða slaka, þetta svo mikil fagmaður. Hann er bara með. Já, í svona ferðum ég myndi alltaf kjósa að taka frekar síðasta daginn og gera eitthvað skemmtilegt og taka á mig vonda taka freka skella mig 3-4 tími í ferðarleginu heim. En ég sé samt ennþá eftir að hafa gert það í Atlantic City við viðurkenna. Hversu erfið var heimferðin frá við höfum rætt á nokkru sinni í þessu þætti, það er bara erfiðasta heimferð æfið minna, en viðbjóður. Það var flugfræja aðtöða púls á þetta. Ég hef aldrei, hún bara, ég svitna þetta var ókvæmt. Þú tókst líka einhvern ódýran leigubíl couple of billionaires, takkið lim. Málið það síðasta AC-ferðin, það er ástæða fyrir því við vissum allir þetta var síðasta ferðin og menn snurðluðust. Menn fóru bara þið vissu ekki það var síðasta ferðin. Það er síðasta ferðin. Nei, ég lofa ég fyrir ekki eftir. Ég fór að uppistand með Jerry Seinfeld og ég get, það var eitthvað ekki Atlantic City því að ef þú ætlar að fara, nú ætla ég að segja bara nokkru hlustundum, ef þú er að fara á uppistand í Atlantic City þá er helviti líklegt að svona headlineið sé gaur sem að lék auka hlutverki Everybody Loves Raymond. Það er bestafalli. Það er svona eitthvað gaur sem þið getur fengið þar en við fengum Seinfeld í New York. Og málið það, ég var svo mökkaður sko ég var spenntur fyrir að sjá. Segðu mér eitt brandara sem að sagði. Nei, ég get ekki, af því að málið það ég með í símanum ég sverða, ég greinilega verið vakandi sko og ég hendi í upptöku þegar hann kom og heilsaði salnum og síðan manni bara eftir það var hérna gæi við hliðina mér sem var að íti í mig sko, það var bara búið allt sko. Þú eigðilega sýningunum fyrir einhverjum það var ekki fyrir sýning og mannst ekki eftir einu brandara. Nei, ég var ekki vakandi alltaf sýningunum. Nei, þetta var svona bara staðan á okkur og nú er ég bara hreinskilin. Já, en það er komið að mundurinn fyrir cash hér í FN95. Ég sé það í dag, ég er nú oftast með kortmundurinn frekar. Eru þið tilbúinir? Já, Cash Blondell er með mundurinn fyrir cash. Hvað var það með cash middle? Já, þú veit máli, einu trailerinn minn sem er sem þið vilja meina sér eðlilega reynd er Cast-trailerinn og það væri gaman að fá hann, Sun is Shining og fólk er að hella í sig og ég veit að fyllibuttur elska trailerinn sko. Ég ætla að taka upp hans. Já, en sko Tjekkað á hann blöð. Allavega 30 sekundur. Nei, hann er ekki 30 sekundur, hann er 2:18. Gefur svo smá sko. Allt á langu trailer en það er komið að myndir fyrir Cash og eins og hann segir í trailernum Man of the Hour, Aðun, Cash Blondell. Sem er þú. Já, eru þið ready? Við erum klárir. Fyrsta spurning, myndið fyrir 100 milljónir og núna þarf ég að breyta þessu Þetta er eiginlega bara já. Þetta er það góð upp að þetta er já, ég segi já. Býtu? Fyrir 100 milljónir eftir COVID og allt þetta rögl, já, ég segi líka já. Ok, myndið fyrir 100 milljónir ekki hitta börnin ykkar í 1 ár. Og ég segi börnin því að Steindur hann tvekja bara að fatta. Sko, þetta er svolítið ósækjald spurning að því að sko af því að þú hittir svo lítið hvort þau er. Nei, ég er að segja ekki verð ég er gamli skólinn og það er mikið að gera. Nei, ég er að segja þú veist að því að ég er með eitt nýtt
Ég verð náttúrulega að kynnast nýja krakkanum. En barnið vill aðalega bara, þú veist, vera mömmu sinni og jafla jöluna og þenni skýtsama þig. Hún er reyndar pappastelpa. Einu sem þú gerir fyrstu mánuðin er að ná í drasl. Náði þetta, náði hitt. Já, þetta er og hjálpa náttúrulega. Og svolítið að tryggja framtíðina hjá fjölskyldunni með þessum 100 miljónum. Já, þú mátt ekki gleyma samt að konurnar þurfa nú að fara á klósettið og í sturtu og að borða og fara einhvert út á kíkja að hitta einhvern vin sinn, sko. Þetta er nóga penningum hann, það skiptir engum mál, sko. Ég vil hreinskilið svar, drengir. Hvað varst að meina þessu? Á bara 1000 kall að passa dóttir mína? Nei, ef við hugsaum til framtíð, þetta er 1 ár, krakkir, manst þú eftir einhverju svo gerðið þú varst einsás eða? Nei, þetta er kannski verra fyrir við eigum nú jafn gamla stelpur. Þannig að við erum að basically að hverfa á. Já, þær myndi nú heldur að ef maður myndi ekki fatta að verið frá í 1 ár. Jú, myndi fatta, sko. En það eru sjómenn úti sem sko vinna í 6 vikur, koma heim í 1 dag, fá sér eina sík og aftur út, sko. Og þeir fá ekki 100 M fyrir á ári, sko. Það eru þeir sjómenn sem eru líka bara úti í hálft ár. Já, ég segi það, en þetta er 1 ár. Þetta er life-changing amount. Eftir þetta 1 ár leikulífið við. Þannig ég vil meina það að þú getur unnið upp tíman sem þú tapaðir með því að hætta að vinna og vera með barninu 24/7 sem vinnur upp tapir. I'll take it, segir ég. Þegar hann setur þetta svona, hann framreiði þetta heldur vel að þú veist að þú erum að tala um að 1 ár og þú bætar upp með 100 kúlum rest of her life og getur bara hætti vinni. I'll take it. Báðir, það er gaman fyrir konur eitthvað að heyra. Það er þægileg spurning. Þá er það næsta, myndu þið hrista hvern annan fyrir 5 miljónur á kjaft? Helviti sagði þetta hratt og svo ætlar að skauta frá. Ég vildi bara koma sér frá. Þetta var svo eðlilegt sem bara. Já, það var fára. Myndu þið hrista hvern annan fyrir 5 miljónir? Og ég er með vettling. Þú mátt vera með vettlinga. Svona 66 á norður svartan svona flísvettling. Já. Ég nenni bara ekki húð í húð þannig. Nei, ég nenni ekki. Hvað getur þið bara verið? Plasthanska eins og maður farið til búða? Já, bara þú veist, ég nenni ekki hrista stóni. Nei, ok, þú mátt ekki fá 66 á norður. Það er alveg verið vettlinga. Þú mátt vera með svona eins og hann segir plast. Þannig að það sé ekki COVID. Annars væri maður bara með lúffu og þá væri þetta bara eins og að vera að hrista eitthvað. Þú mátt vera með plast. Það er ræðilegt. Og hvað lengi? Þannig að það er ekki skinn í skinn. Hvað lengi? Þarf til að fara það? Þú þarft alveg að finna bara. Nei, ok, ef hann skildi ekki. Hvað er lengi að ná hámarkist? Þú þarft að finna bara líkamshitan í tillanum, sko. Þetta er ógeðslegt. Hvað er sér lengi að dæla? Segjum að Gilsi byrja að hrista. Ég get verið mjög snöggur. En ef þú væri að hrista mig þá væri ég mjög lengi, sem er ræðilegt. Ok, ég segi max 7 mínútur. Já, sko, það er ekki heldur langt. Hvað er mikið cash? 5M fyrir 7 mínútur vinnu? Já, sko, málið er að þú veist, málið er það, við sko, þú hefði getað gert þetta ennþá vera. Maður mætti ekki loka augunum, sko. Það horfa eitthvað annað bara. Nei, og þú veist, fylgjast með hvað er að gerast, þá getur þetta tekið kort. Skiptir þetta einhverju máli? Já, skiptir þetta máli. Ef ég var að horfa á og hvað það ímyndar þetta sé kona? Já, ég myndi ímynda mér þetta, já, bara strax. Það var að horfa í augunum. Það verður heldur ég myndi horfa á Egil bara. Þetta er miklu betra að loka augunum að ímynda sér þetta kona sín. Ég geti talað dónalega við á sama tíma. Nei, helviti góður í því. Þú ert helviti leilugur. Við gleymum því, er ekki komið tíma á steindi talið dónalega? Já, það var frábært, jú. Já, það myndi við kostum ekki upp á það. Ef þú myndi tala dónalega við mig, ég veit að það eru mörg börn kannski aftur í núna einhverjum bílum, bara svissi yfir á bylgjuna. Því að þá væri ég basically með linan til hann og væri að tækja mér svo 40 mínútur að þú væri að tala á mig. Þetta er endur önnur spurning. Væri þetta hægt? Haldið þið, verið alveg hinskil núna, myndið þið ná að gera þetta fyrir 5 mínútur? Haldið þið myndu að myndu blóð fara á stað? Sko málega, 5 miljónir er helviti góður peningur. Fyrir 7 mínútur, já. Já, fyrir mjög litla vinnu, þannig séð sko. Skrítna vinnu. En sko, það steindi, sko, það sem vinnur með mér er að hann er a pre-ejaculator. Þannig að hann mun dæla hratt. Það verður ekki lög vinna á mér. Þannig að I'll take it. Steindi, hvað er svarið þig? Já, en þú veist, ég sagði samt við þig að já, ég þyrsti bara með lokuðun. Hvað er svarið þitt, Steindi? Ég verði svolítið að spyrja bara á móti. Ég verði að spyrja. Þú ert ekki bara eðlilegu tími að það og svona? Ég myndi að segja average. Þannig að hérna en það er náttúrulega average þegar þú gerir þetta sjálfur. En ef það er bara vinun að gera það er ekki verið vinna fyrir þig. Ég vil eitthvað eftir nú að vera sneggri ef einhver annar er að gera þetta fyrir þig. En það er 12-15 mínútur.
12 mínútur Já, 7 max. Ég er ekki að vera að fróa þér í kortir það gengur ekki en jú, nei, ég veist að ég held ég get ekki tekið Þú ætlar að segja nei? Ekki á henni kort Nei. Það er langur fucking tími Ég sagði 7 mínútur maxa. Hver sekunda væri svo klukkutími Ok, já, 7 mínútur, ok, já, 7 mínútur Og tekur þig. Já, ég tek þig. Það var síðasta spurning. Myndið þið borga 3.000 kall á dag? Yrðu að borga fyrir alla dagana og það yrði sól og yfir 10 stiga hiti allt sumar? Fyrirgeðu, hvað segirðu? Þú borgar 3.000 kall á dag, Já. sinnum 30 sem er alveg, hann er orðið 30, þetta er 90, já. Nei, byrju, djöðlir í villus. 3.000 sinnum 7, það er 21.000 á viku, sinnum 4, já, þetta er 90 skatt mánuðurinn, eða ekki? Já, þetta átti að vera miklu meira. Ég misreikna þetta. Ok, myndið borga 1.000.000 og það er sól og yfir 10 stiga hiti í allt sumar. Þess að 3 mánuði. Sko, mér finnst þetta vera nokkuð sanngjarnt hjá þér, 3.000 skatt á dag. Nei, ég misreiknaði mig, en það er ég hræðulegust Mér fannst 90 skall vera bara svona svolítið fer Samt 100 skatt á mánuði út með sunshine. Ég meina, akkur ætti ég að borga fucking 1.000.000 til að fá, hvað sagði, 10 stiga hita? Nei, sól, glampandi sól og yfir 10 stiga hita alla dagana. Já, en ég meina, já, ef ég væri atvinnulaus, já Nú, hvernig ætlar þú að borga það? Nei, já, ok, það er enda fýtt punktur líka En ég meina, þú veist, maður er bara alltaf inni og maður er, þú veist, maður er ekkert alltaf úti nema bara helgar Þetta verður júni, júli, ágúst 3 mánuður, alltaf 333.000 krónur á mánuð fyrir sunshine. Já. Við skuldum auglýsingar, ég þarf Já, svar. ég veit, en það er bara fundið hvað það er eins og núna, blár heiminn og sól. Gerir helling fyrir okkur. Það er svona 7 gráður úti Sænaði minni innan til. Sænaði inn, Steindi. Ertu örlátur og hann? Nei, ég sagði Nú passaði butuna. Já, Það er skynsamlegt að það er út út 2 barna fæðir. já, rétt Skuldum auglýsingar og svo er það spurningkeppni Gilsarans og fleira. Hlaðvarp FM 95 Blö. Gæti fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum hins vegar ekki í beinni útsendingu núna því að við Steindi erum komnir hingað inn í klefa. Já. Klefin góði og við vorum að tala um hvað? Að fara í dagskrárliðið sem að við dustum rikið af daginn. Já, og gekk svona helviti vel Ég er rosalega hrifinn að þessu Já, ég er ekki að prifina þessu. Þetta er láta skella á sig Já, við ætlum að fara í keppni hvor okkar er sneggri að láta skella á sig og við hringjum bara í eitthvað random númer á já.is. Já, og í rauninni, er þetta ekki í grunninn þetta snýst bara svolítið um að vera nógu dónalegur Jú, en það má ekki vera viðbjöður. Það var reglan alltaf hjá okkur. Þú mátt vera með silly dónaskap en ekki svona helberan viðbjöð. Nei, þú mátt ekki segja bara Nei, bara sleppti að segja eitthvað alvöru viðbjöð Nei, en þú mátt vera silly dónalegur. Það er reglan og hefur alltaf verið. Já, við megum alveg láta menn heyra það smá og ég minna þetta er bara því fyrr sem manneskjan skellir á því betra. Ég er bara með skeiklukku. Þetta er keppni. Þú vildur að ég myndi byrja þegar þú byrjaði síðast. Var það alveg það? Já, helst. Mér er eiginlega sama því ég manum daginn sko þegar þú varst búinn og mér fannst það að fyndið þá leið mér illa að fara að betti en mér er bara fínt að byrja. Já, klára þú og þetta er bara keppni og ég þarf ekki að taka tíminn af þér. Jú, settu skeiklukkuna í gang ekki setja henni í gang strax. Ég ætla að vinna með nafni Halldór. Halldór, ok, herru, ertu ready? Ég er klár. Ok, þá ringi ég. Já. Dóri Drullusokkur. Já. Hvernig ertu þarna? Lítið prumpuhalliðin. Hvað nú? Þetta er fannar fittlari hérna. Hvernig ertu þarna? Hvað ætlaði að gera? Hvað er ég að gera? Skýtt ekki í þig, hvað ætlaði að gera? Ég er bara innan í húsasmiður. Svo mikil Drullusokkur. Hvernig ertu, Dóri? Hvernig ertu? Ég er bara fín. Það ekki, skýtt ekki í þig. Hvað ertu að gera í húsasmiðinni? Ég er bara að ná mér í flöð. Þegju. Og heyrðu hvað ég sagði? Skýt ekki. Dóri Drullamaður. Hver er þetta? Panna fittlari hérna. Hvað, ertu að fytla við þig? Það er ekki ég sem er alltaf að því það? Ég veit ekki. Þegju maður, veit ekki Dóri? Jú. Já, það ekki. Já, alltaf Dóri yfir sig. Helvitis Dóna Drullu Dórin maður. Já. Já. Herðu, ok. Ég gefst upp. Þetta var ágætist tími. Hvað?
þú hefur ekki þurft að skella á hana því að Hann var ekki bara að skella á Nei, hann hékk Hann á hafði lífinu. ekkert að gera Nei, hvað var hann að gera? Hann var að Vinna í duttast eitthvað í húsasmiðjunni? húsasmiðinni Já, hann var bara í kaffi og slagur Já. Sko, málið það, þú varst í 1 mínútu Já. og 13 sekundur Já, mér að byrja að liða, ég er bara ekki nóg góður í Sko, mér minnir að í síðustu viku þá höfum við báði verið sko með 1.20 rúmlega Já, ok, ég gafst aðeins að snemma upp Sjá, ef það er ekki búið að skella þig eftir svipaðan tíma þá er ég jafntefli Þannig að þú þarft að toppa þetta Akkur er verið að breyta reglunum núna Ok, Vitleis er þetta. hvað nafn viltu? Ég verið til að vinna bara með Bárður Bárður Ég ætla að vaði hann sko Það er þannig Hvað heitir hann áttur? Bárður Bárður Halló? Bárður, hvernig ertu litli tussukall? Ah, Hvað segir hann að vasspungurinn? Hvað er að gera? ég er bara að keira. Helvítis prumpuskítur, þetta keira, hvað er að keira? Ég er bara á rúndinu. Ertu bara á rúndinum, anskotin hafið að fandurinn Helvítis rassa fíla og það Hvernig hangir hann áður þetta tussaðinn? Hver er þetta? Hver er þetta? Þú veist það hver þetta er þetta skítakall Hvað er að gera? Hvað er það að fara? Hver er þetta? Þetta er Dotti þetta maður Hvað er þetta að fara þarna? Síleikandi fandurinn þetta Bárður Bárður Ertu ennþá þarna? Ekkur ertu ennþá þarna? Bárður Hvað er hvað á að gera þarna? Tussaðinn? Bárður Bara að fara í útilegu. Ertu að vera í útilegu? Hvað, bara til að fara að tjaldi ykkur starf og skíti í sig eða? Já, gott ég þér, ánægði með þig Helvítis þarna, prumpustrákur Það er bara út prumpukall Þú prumpukall Þú prumpukall Það var það. Já Ha, En þú? Bárður Hvað er rugglir í gangi hérna? Ég heyr ekki í þig. Nei, nákvæmlega, þetta er slæmt samband Og þetta var svona guggla á það. Já, símir er örugglega bilaður og þetta er örugglega alltaf ég er örugglega að hringja vitlaust, ég er að hringja vitlaust, Bárður Heldur það? Já, pottið, hvað gerir því? Ég er bara að leggja á. Já, nákvæmlega, gerðu það maður Prumpukall, gerðu það núna Já, hvað var að gera þarna? Tjöfull hekkan maður, hvað er ég? 2 mínútur 2 mínútur? Shit, þetta er bara, þú rústaði Nei, ég skellt á hann Þú vannst Hvað? Ég forfitta Hvað gekk mannum til? Akkur hekkan svona, akkur skellt hann ekki á mig? Hvað er bara að leiði í útilegu með konu Það er ekkert betra að gera en að spjalla Nei, þig en ok, ég gef hann það, hann var hress Hann var hress kallinn, hann var hress Þetta var, láta að skella sig Og Steindi, þú átti eiginlega bara að vera einn í þessu Ég hafði ekki bara, ég hef þetta ekki í mér Nei, en ég vil beða hann bara afsökunar Þetta var nú bara að tjóka Og Dóra líka, hann er ekki drullusokkur Þeir hafa gaman að þessu, þeir hafðu ekkert að gera Ég ætla að vona það, þeir hafa gaman að þessu Allavega höfðu við gaman að þessu og vonandi þið líka, kæru hlustendur Böddi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það er hárið þetta Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 957 eins og við komum inn á fyrir þættinum að þá er alltaf að springa í Keiluhöllinni og við vorum sérstaklega beðnir að taka það fram að þið í Keilu þá þurfa að panta með smá fyrirvera því það geta bara 50 manns verið þar í einu Brjála gerir á Cocksucking Joe Já, þetta er C-Joe, er svona nýja nafnið hans hann baði okkur sérstaklega um það, ég nenni ekki að missa kostandan okkar Nei, en það er samt brjálað að gera hjá Cocksucking Joe Já. En við erum komin með góða gesti hingað í stúdíóið ég fyrir svo langt að segja þetta séu 2 uppáhalds tónlistarmennir mínir á Íslandi en það eru, já, nánast eins og bræður okkar, það eru Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar, verið velkonir Takk Takk að við Hvernig, hæ Þetta væri ekki svona formlegt ef við verðum að hittast eitthvað annars staðar Ég ætla að byrja bara að spyrja hvernig er COVID búið að drýta ykkur? Já, Þú ert búin að grennast fyrir Já, Er það ekki? jú Ég sé það bara andlíðina Ég bjóð mig til heima, Jim Já, ok Hann er með svona skíðavel Mjög impressive Já, ég takk. þú myndi fitna bara eins og ég veit ekki hvað Svona samkvæmt öllum eðlilegum reglum hjá mér þá hefði ég átt að bæta með 15-20 kílóum Já, nákvæmlega Ég er ekkert að grínast, ég held þú myndi bara koma hérna eins og bladra Ég gerði það bara fyrir hann í staðinn En Dóri, hvernig fór þetta með þig? Hast þú búin að grennast fitna? Þú lítur reyndir alltaf eins út Ég hef aldrei, nei, hann er búin að grennast þvílíkt Nei, þú náttúrulega tóstaði 20 kíló Ekki það, þetta er ekki orðið eitthvað svona COVID-bumban Já,
Biggest loser? Nei, ég er bara búin að hafa það gett gott. Það er bara heima hjá mér og með familíinni og já. Þið lítið vel út, strákar. Þeir eru greinilega búin að hafa gott og þeir eru búin, og ekki bara það, þeir eru búin að vera að skrifa og semja lög hægri vinstri í COVID og voru að taka upp eitt. Rétt. Já, fyrir Albatross. Wow, já. Reyndarsverðir ef við erum alveg hreinskilnir og hefur COVID engin rosalega áhrif á þig eða? Ég Þetta er ekki bara heima höfður í dag. Nei, ég meina þetta er ekki erfitt, byrjastlega erfitt fyrir mig. Ég er bara ekki að fara út að gigga helgar. Já, ok, fyrir utan þú getur ekki giggað. Nei, ok, segjum bara þú væri það ríkur að tekjurnar myndi ekki skipta þér neinu máli, þá myndir ekkit hata það einhver myndi pikkið og segja bara, herru, þú voru að hanga heima þér í 3 mánuði, sko. Ef ég þyrfti ekki á neina tekjur þá væri COVID basically eins og límitt væri. Ég og Sverrir Ég væri ekki út úr húsi. Ég og Sverrir segjum það sameiginlegt að við viljum helst ekki vera að fara út. Nei, jú, þú ert meira sósjaldýr en hann, sko. Já, en okkur finnst rosa gott að vera á náttbuksunum og bara kveikja þess á tölvunni. Þið eru ofta að spjalla saman með headphone í sikkur lagi að skjóta ykkur að gæja það ekki. Við erum að spila sig eitthvað leikir. Ert þú ennþá í Destiny bara? Já, en við dettum samt alveg oft inn í ykkur partí. Já, hann kemur stundum og En ég veit að Horny Cuss er ótt með stenda. Horny Cuss. Er það nýja nafnið Það er mikið að klæmast til að þér, veit ég. Digital Cuss og MVP já, málið, það er alltaf gerast í gamer heiminum. En málið, þegar ég sæna mig inn Horny Cuss er geggja nafn, sko. Ég vona að sé að hlusta því, þetta er nýja nafnið þess. Já, hann er Horny Cuss. Átni Ragnar er út að hlusta, þú heitir núna Horny Cuss, ekki Blackout Cuss. Hann misti sveindum með 13 ára 12 ára. Já, þú ert að bæta árið. Það er ógeðslegt. En alltaf Það er ógeðslegt. þegar ég er að spila PlayStation og ég sæna mig inn og ég sé að Manswes er að spila þótt að sé spila annan leik þá hendi ég mér alltaf á hann og heilsu upp á hann. Svarar hann? Já, þú veist, það geta allir, við erum allir með headset. Hann bara kemur í chat. Ég er ekkert að segja. Ég er bara mæti í chat. Ég þekki ekki hennan heim. En talandi um að semja í COVID, lagið, þið eru nú komnir hinga ekki bara til að spjalla. Það er nýtt lag, komið frá Albatross. Já, það má. Var þetta samið í COVID? Einu sem var samið í COVID í þessu er textin sem að Magnús Þannig að lagið var komið? Já, lagið var svona langt komið hjá okkur á einhverjum tíma. Já. En það var klárað í COVID og tekið upp í COVID í sikkurulegi. Það er ekki allir sem vita það að Halldór Gunnar, þú, því að við hefum mikið rætt fyrir geður sem segja að Ingvar Viðurguð eigi besta lag ásins í Kvöldugigg, þú pródúseraði það ekki? Jú, tók það upp í skólanum. Rílíkur fagmöðar. Já. Það er gott lag. En það er geggjana. Æ, bara þú vilt ekki svona samkeppni eitthvað. Ég er ekki þú, sko. Maður má ekki hrósa neinum öðrum eitthvað. Nei, hvað er það að segja? En ef maður er svona, þú veist ef maður árið að finna eitthvað jákvætt í þessari fokkin veiru, þá er það náttúrulega þannig að listamenn Þekkja bara það eru reyður. Já, ég brjálar. En mál er að listamenn fór á stjá. Allir listamenn fór á stjá og þið náttúrulega tókuðu þetta lag og kláruðu það. Og hvað tókuðu það upp líka í COVID eða? Já. Með 2 metra reglunni og allt í reglunni. Já, það var hljómsveitin hittist aldrei öll. Það var alltaf bara ég með viðkomandi hljóðfæraleikara eða Ertu ekki að grínast? Voruð alveg það professional með það? Já, við hittust aldrei til að klára þetta. Ég vil víður og gladur að heyra þetta. En hvernig er staðan núna eins og hjá Albatross? Hvenær haldið að svona giggin fara dett inn aftur? Er komið, hvað? Nei, ég meina það er 500 manns Er ekki 500 næst? Það er 200 næst. Þið spilið ekki á 200 manna gigi. Það er bara, þið þurfið 5 til 1000 Ég er pilið til að koma bara með bandið heim til því. Fólk gleymið samt oft að það líka til að tækniminn og dyraverðin og barndum og allt þetta inn í húsið í þessar 200 reglum. Það er eitthvað máli. Það er bara svona 50 manns. Ef maður á að vera alveg raunsær þá held ég eitthvað svona alveg eðlilegt partí eitthvað starf sem er bara fullt af fólki. Ég hef náttúrulega kannski ekkert fyrir mér í því en það verður ekkert fyrir seint í haustið eða ekkert í henni vetur. Þetta verður bara maður bara reynir að líða og Þú veist þetta er skemmtið þáttur, Halldór. Takk fyrir það. Veistu hvað, ég er alveg sammálaður. Ég held samt að svona í sumar og örli haust að þessi fyrirtæki fara frekar opna veskið ráð ykkur að, leið ykkur að sali og holla þetta niður og er þetta geggja? Það verður eitthvað svona Ég er með eina geggja hugmyndina það væri að halda svona
Bubble Ball, þar sem allir eru í bublubolta, þá er 2 metra fjarlægð og leiðum bara reysa íþróttahús og það er bara 1500 manns í svona kúlum. Sign me up og bara til að djöflast það. Egil, viltu þú ekki líka meina að þjóðhátíð geti gert eins og hvað heitir hérna yfirhátíðin sem þú verður alltaf? Tomorrowland. Það eru 2 helgar. Já, það eru 2 helgar. Þannig að þjóðhátíð geti verið 2 helgar. Víkend 1 og víkend 2. Og hérna, þú veist, þjóðhátíð geti mögulega tekið bara fyrir helgi og setna líka, sænaðan og aðra okkur helgina. Þá ættum við að splitta hóptum í 2, deilt þetta niður á 3 svið. Problem solved. Akkurat. En Vestmanna er líka eiga klasi. Var ekki bara að dreifa fólki svona randomli á eigarnar. Og Dýbrand og allir og... Við myndum mæta víkend 1 og víkend 2. Já, við myndum mæta báðar helgarna. Það er bara þannig. Alla eigarnar. En það eru við ungir og vitlausir. Herðu, alltaf gaman að sjá okkur drengir. Viljið kynna inn lagið ykkar? Þetta er frumflutningur hér í FN95 Blöð. Albatross, já það má. Já það má. Ég get lofað ykkur því. Ég er búin að heyra þetta lag og það er sturla. Takk fyrir komin að drengir. Transformers-röddin. Já, bara þetta Transformers-röddin. Já, var ekki? Ég ekki með lagi. Já, það má. Þetta eru Albatross, nýjasta lagi þeirra. Geggjalag. Já, ríkala skemmtilegt. Þetta verður hittari í sumar, alveg pottjett. Og við þakkum Svessa og Halldór Gunnari kjallaði fyrir komuna. Lítu vel út drengirnir, við sögðum það. Mjög huggulegir. Já, þetta eru einu menniti sem fóru vel út úr COVID. Sveimið það. Já. En það er komið að dagskráralið sem að, já, við steinti hræðumst nú svolítið og heitir... Nei, þið eru vanir Já. Þetta er bara spurningkeppni og það verður að winner. Konceptið hefur verið verra á blaði. Reyndar. Titillin er ekki það slæmur akkurat nú. Já, veistu hvað konceptið þú mistir af? King of the Pervert. Hann var heldur hessandi. Það var þetta vissla mistir af því, sko. Það geggjaði missaði. Það var síðasta fyrsta, King of the Pervert. Ég ætla að þakka þið fyrir persónulega. Takk hérlega fyrir að hafa það þegar ég var Rikki skendi þegar ég keppni, sko. Blöð átti ekki breyk. Nei, enda er hann búin að vera að fróa sér við gólfstöðinni, fasteignarsali, eldhúsborði og búin að gera niður þessi í rúmfattalega. En hvað eru aftur að vinna með í dag? King of Ending Lockdown. Því að núna er rauninni Lockdown, ég segi, ok, semibúið. Veiran er basically game over í Íslandi. Þórul er búin að pakka henni saman. Og það við erum ekki lengur í lockdown. Lífið er að verða eðlilegt. Og ég er veltað fyrir mig, hverjum hendar það betur? Hendar það Stoney betur eða The Poop? Eða Blondell. Já, og það er rauninni keppnin. Er þetta keppnin sem þú vilt vinna? 100%, já. Sko, þetta hljómar þannig. En maður hefur oft haft rangt fyrir sér. Já, maður vil freka vinna keppnin eins og King of Friends og eitthvað svona. Þetta er 50-50. Sjáum hvernig fyrstu 3 ár spurningar. Ertu feitari eftir the lockdown? Já. Punktur á báða þarna. Ég er í mínu versta formi síðan 2008 held ég. Bættur að þið body weight? Já. Þið verður mikið í samlokum? Nei, mikið í rauðvinni og lítið að lifta. Nei. Ég er í svipuðu formi og ég verið síðust 10 ár. Okkur bættur þú þá? Bættur þú það í lockdown? Jú, en ég er bara búin að vera hálf svona eitthvað bætandi á mig. Núna er verið að fara að opna landið. Ætlar að reynda tækifærið og bókaði ferð til AC á næstunni? Nei. Við erum bara Þetta er léttast að svara í þessari keppni. Fyrr og síðar. Við erum búin að taka ákvörðun og þú ert með í þeirri ákvörðun. Við förum ekki á það. Nei, ég er bara át af því að þið fóruðum daginn. Ég ætla bara að segja það núna hreint út. Ok, getum við sagt never again, er það hægt? Nei, það eru mörg árið allavega mörg árið. Haldið þið farið aftur. Og ef að lönd alvöru lönd eins og Ítalía og bara alvöru staðir eins og þá segir mér þess að bara Vegas og aðrir eru að fara illa út úr COVID. Hvernig heldur Atlantic City sé að fara út úr COVID? Hún var dauð fyrir. Það er basically bara mjög á líkið. Það verður ekki eitt hótel opið þetta. En málið það, ef við förum aftur einhvern tímann Egil, þá er það basically bara eitthvað svona smá reunion í flippi að kíkja á gamla góða AC sem var einu sinni ógislegt. Við erum aldrei að fara á næstunni. Það er ekki sens. En út samt farin að gæla með hann er farin að plana næstu. Þegar daginn var þetta never again. Nú er þetta mögulega again. Ég ætla að segja allavega 8 ár í það, allavega. Heldur verið það glaður eftir samkomubannið klárist að skellið í vesti?
Heyrðu, Nei, þú ég er- getur ekki sagt mikið Ég er lítið í vestum. Hvað? Já, hvað? Hvað minnur, það er annarkur Íslendingur búin að senda mig myndin af þér í vesti. Þú veist alveg hvað myndir að tala um. Þú ert í ber og ofan í leðuvesti. Það var í flippi. Það var fyrir tökum. Það var í flippi. Það var í tökum. Já, helviti þægilegt að segja Fyrir þjóðatíðalagi Já, okkar. ég er alltaf í flippi líka bara einhvern veginn. Ég er flippari. Nei, ég er ekki farið í vesti þó Ok. að lockdowns er búið. Steinþór, þú var í Já, vesti. ég hugsa ég hendi mér í vesti. 2-1 fyrir Steinþóri. Já, ekki spurning. Á, ég segja samt eitt. Ég er mjög stoltur vestisendi, sko. Það var búðareigandi sem hafði samband við mig og baði mig sérstaklega um að byggja þig um að hætta að tala illum vesti því að þau verið inn í sumar. Ég er ekki Þau talað um verið litlu inn í sumar Eina og sem hann ég vildi bendi meira á. eigin var að eyðileggja vesti sumar sína. Málega það, ég hef alltaf verið hérna. Þitt vesti er endur ógæslegt. Þegiðu, hvað meinar þau? Þetta er svona, ég er ekki Ég get saman lofað lagleitast því. í barna Ég get- perra ég get- vesti en þetta er svona, ég veit það Ég ekki. get lofa þér, eigandi sem hringdi þig Það er páttið verið eitthvað flott búð og ég kefti vesti í honum. Sko, ok. ég er ekki, ég rauninni, má ég sko koma með punktu minn. Já. Ég elska To Catch a Predator með Chris Hansen og það er ekkert eðlilega gott TV og eina sem ég tók eftir er að nánast hvern einasti batanningu var í vestinsilega og það var eini punkturinn. Er það samt ekki Er það ekki svona prímaloft vesti? Nei, þetta er eina sem eini punkturinn minn. Það var ekki gæi sem lappaði byrni skýrtu, það var í vesti. En þú málega, þú getur sagt þetta basically Hvað heitir það sem sér þáttur? Chris Hansen. Má ég aðeins þetta Þú getur basically sagt þetta sama þú veist, hérna, hver einasti morðingi hefur verið í peysu. Þetta var svo mjög spil. Áfram með spurningi hérna. Þetta voru vantalega einhver svona skæri litur og prímaloft. Bara á YouTube, þetta er á YouTube. Barnaníka þeir reyna að fela sig inn í samfélagi sko, þeir eru ekkert í einhverjum æpandi vestum, er þetta eitthvað rugglaðir? Næsta spurning. Núna eru barir að opna. Ertu búinn að rífa upp síman og taka frá flöskuborð? Nei. Og þú getur pantað núna, sko, getur hreint símtölun og pantað. Takk fyrir upplýsingar þar. Já, vissur það Steindi? Ég vissi það ekki og ég ætla ekki að snúa Ertu búinn að rífa upp síman? Nei, Þú veist að það er enginn að dæma þetta. Ég veit að takk fyrir þessu upplýsingar en ég ætla ekki að snúa mér neitt í þessu. Ok, en segir mér yfir hringi núna, segir mér hringi hverjus og svona og hvort það segir þú að ég pantað frá, það ég fæ nei þar. Já, Ég sé að hringja á það. Ég er ekkert að fara neitt á neitt flöskuborð. Það er bara, nei, alls ekki, ég ætla ekki að gera það. Myndur þú segja að þegar þú færð að fara í sundljóðanar á mánudaginn að það verði the greatest comeback of all time? Nei, ég er ekki sundlega maður Ég skil ekki spurninguna. Já, greatest comeback of all time hjá okkur það. Nei, bara þegar þú fallar í sundljóð á mánudaginn og lappir inn Þegar maður mætir. Já, þegar þú mætir. Verður the greatest comeback of all time. Já, bara því ég er fyrirvændi baðvörður. Þess að spáði því. The Godfather. Því ég er guðfaðir baðvarða. Er þið tekið vel á mótið þér? Þetta er ekki nokkuð sammála það er líka já. Það er bara tekið vel á móti öllum sundlega gestum. Hefur ekkert að fara í sund, það er ekki tekið vel á móti. Það segir þetta bara góðan daginn. Það er óli, hvað er mörg? En ég er ekki tekið ekstra vel á móti þér. Nei, alls ekki. Það er tekið ekstra vel á móti þér. Segðu bara, við kentum það bara, það er eitt tíma eftir. Hvað segir þið núna? Hver myndi gera það? Ef hann vill ekki punktin, ekki láta hann hafa hann. Mér langar að jafna þetta. En eftir að tala þá bara eitthvað svona 67 ára gammal sundlegaður í Laugardalnum. Myndi hann taka vel á móti mér? Ég er búin að setja punktið og stókur út. Þú veist að ég er ekki Edvard Norton í Fight Club. Ég lappa ekki bara í Árbæðalaug og það er bara gamall maður sem er bara að kinka kolli til mín og láta mig fá auka hangklæði. En þú ert the Godfather. Já, það eru bara nýjar upplýsingar. Þú vannst sem baðvörður og reifst niður með buksunar. Nei, ég gerði það ekki. Allt sem þú ert að segja er ránt. Allt sem þú ert að segja er ránt. Það er ekki ein rétt af það. Jú, ég vann sem sundlaðvörður, rétt. Reif ég niður með buksunar. Nei, Grif, ég gerði það ekki. Þú ert að rugglast, þú veist, Rikki gerði það í vinnunni. Ég gerði það ekki. En þú kittist konunni þína. Já, en ég reif aldrei buksunar niður. Ég var bara alltaf í þeim. Rikki viðurkennar. Ég segi mér hvað hann gerti niður þessu, hvað svo oft og það ekki dvesen. Hefði ég gert niður mig í lauginni, þá myndi ég bara segja einhverja. Sérðu eftir að sagt aglið og að kynna skoðunni. Já, sko, og aðalega, þú veist, sko Þú mistir það út í þér Já, konan er ekki það, hún er ekki að elski það. Nei, ég get staðfest það, hún er ekki gaman að segja. Næsta spurning. En hún er ekki til fíli fyrir þessu. Hún er basically bara, hún er að hætta að tala En þið kynntuðu sundlaug. Við kynntuðu sundlaug. Sem er bara falleg. Já, bara falleg. Já, það er falleg tangt til að eiginlega vera að skreita eins og ég hafi verið að girða niður og var bara verið inn í þvottaskáp einhvern veginn með Þetta var office love. Nei, þetta var það ekki.
Þetta er bara mjög Jú, eðlilegt. þú veist, þetta var Office Víst var Love það? Já, en ekki Office 6 Nei Allt bara áfram, þetta er löngu búið 2-1 fyrir Stóni. Heldur þú hafi náð yfir 100 hristingum í samkombannu? Og ég ætla ekki samkombanni búið ykkur 3 mánuðir núna. Já, bara ekki séns sko. Nei, það er meira en einn á dag. Var þetta eitthvað rugglaður? Við erum báðið með lítil börn á heimilinu og Matthew McConaughey í Wolf of Wall Street tekur 3 hristinga á dag. Já, en það var það bíómynd Egill. Ég veit ekki hvort það sé einhver búin að byggja og segja það. Reynda sönn saga, en ég efast að karakterinn hans hafi verið En hvað heldur þessi mörgum manna félagarnir í samkombannu? Það bara kemur þeir ekki við, þetta er bara ekki punktur. Já, og þú veist, allir í bíómyndum, þetta er allt bara plat Þetta er bara svona skilur leikið Nei, það er 2-1, þetta er þá keppni. Já, hvað er mikið eftir þessu? Ekki lítið Það það? er 3 spurningar. Ok, Sko, nú er ég með a twist. Já. Crazy twist. ok. Ég er með spurningu sem ég get ekki 1 Crazy punkt. twist, það er Ég er með hræðilegt 1 punkt, 2 punkt og 3 punta. þetta er ekki gestur að ræða. Þú getur tekið að lead núna. Ok, Núna samkomin að klárast og veiran er farin í byli. Yfir hverju ertu mest spenntur? A. Fara graður í kringluna. B. Hvað ertu 14 ára? Að fara graður í kringluna Bara fertugir Það er bara ógæðislega skrítið sko. hvað varstu gamall? Nei, ég er að segja, þú veist, ef þú væri gaggo og þú væri bara fyrir kringluna til að reyna að hitta ykkur að stelpur eða eitthvað, ég veit ekki hvað, já, þannig hvað ég gamall þegar ég sá hana stelpuna sem var hana Að bera út bóðskap JC. Já, bara, ég veit það ekki Fattaður ekki að maður að tala um það? 19 eða eitthvað, nei, ég fattaði það ekki Varstu búin að gleyma að vera graður í kringluna? Nei, ég gleymdi bara að hafa sagt eitthvað Ég gleymdi að ég hafi sagt ykkur þetta Nú er ég að fá alveg þvínu bara samvinskupið Mála, það má aldrei segja neitt veist, Ég ætlaði að segja ykkur skemmtilega sögu og hún var heiðarleg, þú veist, þetta var ekki ég að vera graður í kringlunni Þetta var meira bara svo ég sá stelpu og það segja ykkur mér fannst bara að vera svona veist, ég hafði aldrei hitt mannesku sem var eitthvað að dreif ykkur bæklingum í kringlunni og svona, mér fannst það áhugavert og Mér fannst bara Egill ára þetta hrikalega vel. Nei. Steindi trúur á Jésu þegar hann er graður. Já, málega það, þú veist, þetta var ekki alveg þannig En það var skræður. Nei, já, þú veist, ég var hérna, hvað segir maður, bara svona Skotin. Nei, ég var ekki alls ekki Nei, skotin akkur varstu á eldana? Nei, ég var ekki orðin skotin í ég var meira Hrifin? Forvitin Það er næsta, já, hvað er þetta ok? Það var spurningin Sko, þetta getur ekki 3 punta. Þú er búið með 1 af 3. Sérst, Nei, ég er ekki búin yfir með hverju ertu mest spenntur? Þetta var A. Fara graður í kringluna. B. Graður í sund. B. Graður á flöskuborði. En þetta er allt mig Nei, Jú. þetta er ekki alltaf því. Og þetta er 1 punktur í hvert svart. Loksins viðurkendur. Hvað er blöður? Blöður er graður eitthvað tíma líka. Já, þú ert alltaf að tala um það Þegar ég var að vinna í sundu Nei, ég var að vinna í sundu Og þú ert alltaf að tala um að ég sé á flöskuborði Og þú ert að tala um stelpunum sem ég hitta þetta fyrir svona 300 árum í kringlunni Þannig að þú ert, þetta er allt um mig Það þarf einhver Þetta er ekki flókið, þetta er ekki tengiskrift Þú ert að tala um mig Þetta er 3 punta spurning. Ég get staðfest að ég fæ 1 punktana. Ok, glæslegt. 2-2. Steindi, hvað tökum marga? Ég er ekki spenntur að fyrir Þú veist að allir 3 myndu skila þér 5-2 í. Já, ég veit það, ég ætla að segja þér Ég kom inn á þetta aður Ég er með kulda-XM Og mér finnst ömulegt að vera í sund af því að klóri í sundi Og ég verð slæmur í húðinni í svona 3 dagi fyrir sund Þannig ég reynir frekar að fara bara í einhvern heitan pott Og mér finnst leiðilegt að sundi af því ég get ekki eins og fokkin veita Svaraði bara mannin. Býtu, síðan var þetta með kringluna Kringlan var forvitni, ekki grædda Og flaskan Ég hef ekki farað að flöskuborð í mörg ári 0 punktar? 0 Ok, Ég er búin að jafna. Nei, ég er honest Býtu, varst þú spenntur fyrir hverju? Nei, ég bara hef verið með konu minni þegar hún var ekki orðin kona mín á flöskuborði í New York og ég var graður. Ég bara viðkynna það. Næ bara mitt stig. Þetta veist hvað þetta er. Þetta kallast bara hreinskilin. Já, ok, þá hef ég Já, þá ætlar að breyta. Blöðu setja flöskuborði. Vel graður. Ekki vel graður. Það verið til. Hversu graður? Jú, þú varst vel graður. Það er bara til. Nei, þú varst ógeðslegur. Og mest ég sendi henni hræðilegt snapp. Við vorum vinið þá sko. En það skiptir ekki náttúrulega. Ok, næsta. Varst viðbjóður þetta? Ég viðkynna það allavega. Já, en ég er samt samanlega, ef þetta er bara þannig, ég miskil Er þetta 2-2 eða? Ég hef verið spenntur að fara heim á flöskuborði. Ok, þetta er 3-2. En sundlegin og kringlan er off sko. Þannig að þú hefur verið graður á flöskuborði. Já, þú veist, bara samóiti. Já, það er það. Já, það sem hann sagði bara. Það er næsta spurning. Þetta er lengsta spurning kemur allra tíma. Hvað er þetta hérna? Ok, ertu það graður eftir að veiran fór? Tjóðlættum, hérna, hvað graður varst þú gerðið? Nei, sko,
Býtu, Logi Bergman standi í þessu? Nei, Steindi, ég verða sem stjórnandi þáttanist, ég verða að byggja um að pipe down aðeins. Þetta bara ekki hægt. Logi standi í þessu það? Nei, fyrir geðu þetta Steindi, show some respect. Eftir það gráður, eftir að veiran fór, hann getur að hugsa þér að elda stelpu sem var að drega miður fyrir Jay-Z í kringlunni heim til hennar. Nei, ég get það ekki. Nei, ekki það, það er alltaf ekki punktur í dag. Steindi búin að vinna þetta, var þetta ekki síðasta spurningu? Steindi, þú vann, þú ert king of ending lockdown. Takk fyrir. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það er nákvæmlega ekkert að þessi lagi nýdönsk horfðu til himins fyrir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 á þessum yndislega förstu degi. Við vorum einmitt að tala um það, Öti, akkurat með að þetta lag var í gangi. Hversu margir haldið þið að séu núna út á svölum, niður í bæ? Það er gýr í liði. Það er nefnilega djöfisins gýr í liði. Það er svo leiðis. Já, það er ekki eitt ský. Nei. Og það er sunshine. Ég væri til að sitja hann bara inn í bæ núna með nokkuð félögum, sötur nokkuð kalda og töða. Hjöppi, Dr. Fútból eins og hann kallast, sem er nú með, eina svona podcastið sem ég hlust alltaf á, Dr. Fútból. Það er gott podcast. Já, ég myndi segja að það er skemmtilegasta podcastið á landinu. Og líka Svepp og Pétur. Já, beint í bílinn. En Hjöppi, það fyrir ekkert meiri töðunar á Hjöppa þegar við tala um veðrið. Hann vil að þetta sé sex, drugs and rock'n'roll eins og í gamla daga. Þannig að hættum að tala um veðrið. Ég er sammála Hjöppa hann. Það er skrítið að vera þrír, fertugir, fínt gott veður. En þegar vorum við Skaftahliðinni, þá var ekki gluggi. Við erum með risa glugga og við sjáum blíðuna. Þannig eru þrír strákar með hjólabrett að labba. Það eru aldrei betri þessir. En strákar, það er gott að gýra okkur aðeins niður eftir þessa hræðilegu spurningakeppni og henda okkur á rólegum nótum í kortmyndurum frekar. Og ég sé það í dag. Og þetta eru 3 spurningar eins og alltaf og ef við ekki bara vinda okkur í það. Já, til í það. Fyrsta spurning, eru þið klárir? Já. Núna, ég ætla bara rétt að taka smá innganga þessa. Núna var að koma í ljós að Hafþór Július, a.k.a. The Mountain, a.k.a. The Ljónið, er að fara að slást við hann Eddie ég man ekki eins og hvað Eddie. Þetta er bara gæði sem var 8500 Eddie Hall. Hann 8500 kíló en hann er búið að pakka hún saman því miður. Það er búið að undirbúa drep leiðilegu breyti sko. Þetta er risa Vegas boxbardagi. Það sem þetta er sterkustu menn heims 2018 og 2019. Við erum alltaf að fara hana félagarnir. Við erum alltaf að fara. Það var $1 million fyrir bardagan. Ef að Hafþór er að hlusta, það væri fínt við félagarnir værum ringside. Já, hann hlýtur að græða það. En málið það að spurningin hún hljóma svona: hvort myndu þið, af því að hann er að fara að boksa, hvort myndu þið fara í ringin á móti Hafþóri sem er líklega 240 kíló, skorinn 2 metrar og er sterkasti maður heims, eða í ringin á móti mömmu ykkar og þið verðið að fara all in? Og við barast það. Þetta er bæði ógæst. Þetta er ræðilegt að því að ef þið færið á móti Hafþóri þá get ég lofa ykkur því að þið eru að fá þingsta högg sem þið gætu því. Ég myndi náttúrulega aldrei fara all in á móti mömmu minni sko. Dýllin er all in blöð sko. Basically er þetta, ef ég á að einfalda þetta, hvort viltu láta Ljónið handróta þig big time? Við erum að tala um að það getur skaði eftir það, eða þú þurftir að róta mömmu þína. Ég myndi láta The Mountain róta mig. Já, hefur þið séð hann eða? Já, hefur þið séð hann. Hefur þið séð mömmu minni? Ég get ekki kikk mömmu minni. Það frekar myndi ég bara láta buffa mig. Frekar bara ertu drepin. Ég held að hann sé einn af fáum mönnum á plánetunni sem getur slitið útlim af mannesku með handafli. Ef hann myndi fá að setja löppina bara á bringuna og þú liggur og hann fær að toga hendina þess fast á hann getur, ég held að hann gæti slitið beinin og vöðvana og húðina frá. Já, sem er ógeðslegt af það, en ég held að gæti. Þetta væri léttari spurning fyrir þig, Steindi. Ég myndi alltaf fara í hringi með mömmu minni, Siggu. Já, af því að hún myndi berja þig en ekki öðru. Já, hún myndi berja þig alveg í drast. En byrjuðu við alltaf að henda þetta og þið myndi báðir? Ég gæti ekki lamið mömmu. Það er ekkert að lemja mömmu sína. Og ég held maður hefði gott. Ég myndi frekar að því að deyja. Ég myndi frekar að deyja. Málega, ef ég myndi fara með Hafþórhringin, ég myndi vinna svolítið í skroknum á honum og nota með speed. Ég myndi dansa vel og vinna í skroknum og dodsa höggin vel, en leið og myndi smetla inn og var þetta ekki að vera í game over eðlilega sko. Ég myndi nú að halda mér lífið í svona 40 sekundur. Það myndi drepa þig. En málega er að hef ég spurt ykkur með pappi ykkar?
Þá myndi ég taka pappa. Sama svar. Nei, ég myndi frekar slast um pappa. Berja pappa. Ég myndi ekki, hann nokkur haustur hann geti, sko. Það er bara alvöru bardagi og svo myndi bara takast í hendur. Þetta er hann 2.30 þessu blöð? Nei, hann er með rosalega vinstri hönd, sko. Það er svolítið. Sérstaklega hann er búin að hafa sér bjór og smá æris. Já, hann enda vil meina að hann verði ekki fullur að bjór og æris. Ég er gott af því að fá að býring. Þannig að ég vel The Mountain. Já, þið velja báðir The Mountain. Þá er að næsta þessi þið þurfa að hlusta svolítið vel. Hvort myndu við frekar vilja fara í 69 með öðrum gaur, ókunnum gaur, og svo sem fær þá undan verður drepinn, eða að gleypa græna nammipokan einu sinni í viku. Ég er bara næs, ekki seg. Ok, þess að fær það undan verður drepinn. Já, ég skil það. Þú fer í 69 með einhverju gaur og svo sem fær þá undan. Já, ég nenni ekki að deyja þannig, ég tek ekki græna nammipokan. Já, þú þyrstir ekki að deyja, þú ert basically sucking for your life. Já, sem ég bara engan áhuga að gera. Og þetta er held ég ógeðslasta spurningi sem við verið í hvort myndir frekar. Þetta er, þú þyrstir að beðja fólk að stilla á bylgjum. Já, fyrsta sem ég tek undir það. Þú þyrstir að vera helviti thirsty on the penis til að lifa af. Setja á 98,9. Eða það var að tala veðrið þar. Gleypa græna nammipokan einu sinni í viku. Ég tekka frekar það, af því að þú getur dáið í hennu. Ok, betið útskýrðu fyrir mig fyrir aðtriða þess. Það, aftur. Nei, sleppti því, þetta er bara ógeðslegt. Segjum að Valdi Björn sem í 69. Já, og segjum að Valdarinn náði hámarki. Þá deyr hann. Ef hann er hámarki undan þér. Ok, má ég velja hver, þú veist? Nei, þetta er ókunnur. Einhver bara. Það getur bara einhver frá Bandaríkjunum eða frá Asíu. Mætti að vera alveg svo bandaníkun sem Luke hérna í fucking Cats atriðum. Nei, þetta má ekki vera neitt af þessu þáttu. Þá er hann döður öllum með saman, sko. Herru, segðu bara hitt. Ok, ég tek fyrra. Já, þú tekur fyrra? Það sjálfsög. Og ég ætla að velja okkur barnan ekki. Já, surf for your life. Það er ekki að hafa síðast svona ógæslega. Síðasta er alls ekki ógæslega. Hún er basically hvort myndu frekar vilja vera með munn í raskatinu og vera með munn í raskatinu og tala þar og vera með munn raskat það sem munnurinn er, vigsla basically munni og rassi, eða að leka stanslös í 7 ár. Basically síleiki. Varst að fá þér ekki hér? Já, hann fengið sér vel, sko. Já, í pípu. Varstu einn að spila, varst Call of Duty, að búið vel í því, varst að gefa bara í fjárþjólun og sambyrða sér. Mér finnst þetta í alvörunni góð spurning, að þú pælir í því. Mér síðustu tær hér alveg hræðilega. Þú varst með þess að bara búin að vera góðu frí. Nei, byttu, hlustaðu. Það er ekkert verra. Ég skil hana. Já, nei, byttu, það er ekkert verra en einhver kemur og segir, auðvitað, varst að prumpa það. Já, bara síðleikandi. Nei, þú varst ekki að prumpa, þú segir, nei, ég var ekki að prumpa. Það er skárra samtælun að vera með rassi fyrir munn. Já, það segir sér sjálft. En að vera að leka í 7 ár. Já, en sko, það veldur á matræðinu þú lekur, hvort það komið lykt eða ekki. En þú ert að borða clean og þú lekar alltaf daginn en það finnst ekki lykt. Er það, mér finnst alltaf þetta er orðið svo óþægilegt, ég ætla bara, við skuldum öðru sig leka. Ég ætla að leka líka. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það er Þórunn Antonía í beinni útsendingu. Hún er náttúrulega að syngja hérna í beinni, en við erum hins vegar í beinni útsendingu hér á FM 957, FM 95 Blö og já, sko klukkan á korter í 6. Það er ekkert eðlilegt hvað þetta er fljótt að liða. Djöfull líður tíminn maður. En hérna, þetta er okkar lag. Við spilum þetta oft. Það er búið að spila þetta ansi oft í FM 95 Blö, það var að viðkynast. Mjög gott lag. Já, við erum huge fans. En það er hins vegar komið núna dagskrálið sem var í pásu síðasta föstudag sem að Steindi var nú í barningafrí. Hvað erum við búin að taka þetta? 2 svarið ekki? Já, ég var sko bara upp á spítala sko. Já, ég verið að rósa Rikka. Hann kom með How Do You Do Old Timer. Það var gott hjá honum. Já, ég er ánægð með hann. Ég geti þurft að taka twist á þetta og prófa að breyta til. En í dag er How Do You Do Fellow Kids. Og ég hef ekki fengið jafn mörg skilabósend í sögu FNI, bara frá því að ég byrjaði þetta hef ég aldrei fengið, ég fæ nokkur á hverjum eins að deg. Nú er ég ekki einu svona íkja. Þannig þú ert með gott í dag. Já, þannig að það er bara unga fólkið. Það vill heyra risaðlutar ströggla við frasana. Það er þannig. Ég ætla ekki að spila allan trailin, ég ætla að gefa það smá á hann. Ok. How do you do, fellow kids? Hvað er allir töfkrakkandir að gera í dag? Hvað eru þau að segja? Þetta er ekki kiddi, þetta er nett stöf. Surprise, motherfucker. Hey, how's it going? My name is... How do you do, fellow kids? How do you do, fellow kids? How do you do, fellow kids?
heitir þessi dagskrálaugur? Ég ætla að hafa þetta svona einn aðeins undir, það er pínu góð. Já, how do you do fellow kids? Já, sko, málið það, ég ætlaði nefnilega að biðja þeim að ég sendi þér link á. Já, viltu setja það frekar undir? Ég var að spá í hvort þú getur sett það og haft það vel hátt. Já, það verður að heyrast í okkur. Já, þarna, heyrðu. Já. Nún er þetta dett inn, sko. Ok. Heyrðu, hvað er mikið stemning í gangi hérna? Rosa gamalt lag. Já, reyndar, en það er bara svona því að við erum líka gamlir og einhvern veginn svona. Við erum gamlir að reyna að vera eins og úlingarnir. Þetta er svolítið henni. Já, ok. Þetta eru 5 spurningar eins og alltaf. Egil, þú er aldrei unnum í þessu. Men þú ert líka ekkert eðla góður í þessu. Já, það er að því ég er svo ungur. Þú verður að reyna að gera það. Ég er að reyna að vinna, ég vil geta það ekki. Ég get lofað því að unga kynslóðin, hún er öll að hlusta. Já, en Blöð er bara mjög góður í þessu. Já, og það væri gaman að fá smá challenge fyrir Blöð. Já, ég skal gera það besta. Ok, fyrsta spurning, hvað þýðir frasinn ertu ritari fyrir Washington Post? Ertu ritari fyrir Washington Post? Ég segi, ertu ritari fyrir Washington Post? Er úlingar með þennan, veit ekki hvað Washington Post er það? Ég segi að þetta sé að vera forvitin. Þú ert að spyrja mikið. Já, þú varst nálægt í þetta. Hætti að segja að allir það þá. Já, ég ætla ekki að gefa neitt upp. Er þetta eitthvað sem er að tala allt og mikið? Já, sko, hann var að segja það. Nei, eitthvað sem það er ekki að vera forvitin. Já, spyrju allt og mikið. Og ég er bara að tala um eitthvað sem er síblaðrandi. Þetta er rittarið Washington Post, gróti allt og kjafti. Því miður, það þýðir að vera leiðinlegur. Veitu hvað, ertu ritari fyrir sko málega, þú veist. Forvitin er leiðilegur. Já, getur þú lána með snullara, þá myndi einhver segja, hei. 0-0, we got a game. Ertu ritari fyrir Washington Post? 0-0. 0-0. Já. Hvenar nota úlingarnir frasan what up gang? What up gang? Hvenar nota þér hann? Hvenar segir úlingur what up gang? Þegar þið mæta fyrir utan sjoppu að töða. Að töða? Já, þú veist, mæta utan sjoppu og hittir liðið og þá segir þú það er hárrétt! Gafst honum svarið? Nei, rétt svarið er að þegar þeir heilsast. Já. Og það var að segja að þeir hitta. Já, en býtu, veist, ég hef alveg getað sagt það what up gang, bara hvað, what up? Þú sagði það ekki. Nei, ok 1-0. Þetta var bara svo létt í trúð. Já, en Egil sagði basically þegar þau hittast á töða, ég sagði býtu töða, já, þegar þau hittast. Já, mér fannst það bara, ok, þetta var allt og létt til að vera. Já, ég meina, er ég með punkt? Já, þú er með punkt. Ég ætla ekki að kvarta við því. Í silkjartakunum. Málega það, Egil er að skilja hvað unga fólki er að gera þetta. Nei, það hefur allir getað svarað þessu stendi. Ég held að þetta væri bara eitthvað aðeins flóknara. Já, en Egil er satt í dag með puttar meira á púlsunum hjá unga fólkinu. Ég meina, ég er nú lifir. Það var að þriðja spurning, hún hljóma svona, hvað þýðir pause? Og þá er ég að segja P-O-S. P-O-S. Og þetta væri basically nota svona í Blöð, þú veist, you got them pause. Þú veist, Egil. Piece of shit. Nei! Ertu að greina? Er ég að tapa í fyrsta sinn? Ég get bara jafna. Já, jafna, þá er ég með aukaspurningu. Ekki að hafa engar ágjur. Ok. Ég getur verið að vinna í fyrsta skipti. Ertu að grínast, Egil? Ég get ekki fatta þetta. Já, bara þú veist. Pause, þú veist. Já, ég ætla að frammeðis minn nota þetta. Hey Blöð, you got them pause. Þú láður smá brauð daginn. Ekki vera pause, please. Nei, ég ætla ekki að vera pause. Ekki vera pause. Nei. Herru, þá er það fjórða spurning í How do you do fellow kids. Og þetta er allt viðurkenndir frasar sem unga fólki er að nota. Hvað þýðir orðatildækið cactus? Cactus? Cactus, sem er með C-A-C-T-U-S. Cactus. Hvernig myndur þú segja? Ég myndi segja bara hérna, þú veist, ok, að því nú ertu búin að vera að safna hári. Þú veist, auðvitað er eins og heimilislaus maður með þetta hár. Þá myndi einhver svara, já, það er kaktus. Það er kaktus? Auðvitað, þú veist, eins og heimilislaus maður með þetta hár. Já, það er kaktus. Ég bara veit það ekki. Bara ég er eins og kaktus sem hausinn. Samt ágætt gísk, þetta er erfið. I'm dead in the water hérna. Eins og ég segi, þetta er erfið dagskáluður. Það er ekki rétt og rátt. Ungi Egil sem er 9 árum fættur. Ég giskar á. Ég er nefnir þetta. Þetta er drull erfið. Það er kaktus. Kaktus. Þetta er basically eins og ég segi núna, Egil, nú ert þú vel strípaður, nýbúin hjá Robba. Þetta ekki hún meiri vísmynd. Nei, ég er bara að segja, hann er mjög huggulegur. Já, thank you. Ég segi, Egil, þú ert mjög huggulegur og þá var annar gaur við hliðina mér. Aha, það er kaktus. Vel gert. Helvíti, ertu heitum margt. Ok, ég er búin að tapa að svara þessu bara. Kaktus lítur að því að ég sé eins og the shit. Það er þýðir fact.
Fucked! Basically, ef einhver segir eitthvað svona þú veist, þú veit eftir hugulur kaktus bara staðreind við verðum líka við eigum að reyna að fara að nota þetta ég og Egill erum búin að vera að nota Gucci rosalega mikið síðast þetta ég nota Gucci sko geggjaða frasi ég er Gucci núna þá sko auðvitað, ok, þú getur kannski ekki jafnað en þú getur klóraði bakka og síðasta er nefnilega geggjuða því að í síðasta, en ekki síðasta þetta þar síðasta, því ég var í frí í síðasta þetta þá spurði ég hvað RJB þýddi og það var sem sagt hérna rúndur RBJ rúndur bræður og jafn og svo er ég búin að fá svo er ég búin að fá mjög mikið sett að það er ekki bara það sem er í gangi það er líka verið að nota sem sagt það er verið að nota sem sagt RBJ og Jóð og þið vitið rúndur bræður og jafn og nei, þú veist málega það, þetta er ekki nota sem þetta er ekki nota sem RBJ það var rúndur bræður og jafn núna er þetta að nota sem RJB og Jóð Egill, það er rúndur jafn bræður og jæjó nei, það er ekki Usul og nýja það er hórið unga fólki og Egill þetta er bara unga fólki hætti þessum ógæðslega rúndið maður fylgum meistari sem á eftir Hlaðvarp FM 95 Blö Gjössalega stjórnlalag Valdimar yfirgefin við spilum bara íslenska tónlist í dag klikkum aðeins á því síðustu viku en ætlum að reyna að halda þessu aðeins áfram geggjalag en þetta er nóg af góðum íslenskum lögum en það er komið að lokum hér hjá okkur í dag kæru hlustendur klukkan orðin 6 1 mínúti í hvernig er helgin drengir svona rætt það er reynda rosa helgi í okkar steindi já, við byrjum í tökum á morgun já, Júrógarðurinn já, ný leikinn 8 þáttar sería sem verður sýnd í haust á stöð 2 það er rosalegt fyrsti tökudagur á morgun já, fyrsti tökudagur, þetta er svona alltaf þegar maður er á leiðin í tökur svona, þú veist að þegar við erum búin að skrifa þetta alveg í hálft ára eða eitthvað að þegar maður er á leiðin í loksins í tökurnar þá færir maður, þetta maður er svo spenntur þetta er stress og svona þetta er svona smá blanda já, svo fer þetta bara gangi svo smurði vel þetta verður veistla þessi seria, ég er búin að heyra góða hluti, þetta verður veistla hvernig er helginu þér? Ég er nú bara undirbúið að fara að mæta aftur í vinnu til 10 vikna atvinnuleysi og fólk er byrjað að skrá sig og fjarþjóðlum.is og svona undirbúið það ég mæti vinnun aftur til nokkar daga Pælið hýstrákar, ég fattaði þetta ekki önnur fituból á landinu er búin að vera að bæta á sig í COVID það verður stappað í gimminu bara við öll það verður stappað ég gagnir það ekki það er allir búin að bæta á sig COVID-19 ógiði og það er skiljanlegt það er ekkert að tuði yfir fólki nú en það er aðalatriðir að rífa sig í gang það er bara leiðilegt ég veit að þetta er að koma úr mjög rángri átt en ég heyri allavega alltaf alla segja að það er leiðilegt að æfa heima þú getur pínt í það þetta er aldrei gaman það er aldrei oftan en 3 viku það er skemmtilegt að vera í geimur en það komið að lokum við þökkum kella fyrir hlustunna og kæru hlustendur við verðum mættir hér aftur eftir nákvæmlega viku fullu bátur, enginn að fara neitt þannig að eigið bara góða helgi og heyrumst næsta föstudag Hlaðvarp FM 95 Blö